Þetta eins og einhvern veginn skilaboð að það verður bara eins og aðeins á aftur. Engin smáatriði. Engin smáatriði. Það er eins og áður lengri haldið þá held ég að þakka þeim sem hafa undirbúið þennan dag sem Lóni og Halldór, alveg sérstaklega fyrir góða vinnu og svona hvað við hafa haldið þess miklu dul og yfir þessu og með þess að ég hef ekki hugmynd neitt annað að ég þurfti að vera mættur hérna 10-leitið og svo aftur núna. Þannig að það var eiginlega og vissi ekki meira þetta en hins vegar hefur þetta gengið afskaplega vel og ég held að gefa það alveg sérstaklega gott klapp fyrir þeirra framlega vinnu. Að öðru leyti þá hefur þessi dagur að ég tel hann hefur skilað sér eins og til var ætlast og var ætlað að byggja upp svona okkar hug fyrir þessa breytingu þannig að við séum betur meðvituð okkar styrkleika stofnunarinnar til að gefa þessi gjöf sem Halldór minnti á það og inn í þessa framtíð sem býður okkar allra kannski misjafnlega býður eftir þessa breytingar hvernig þessi starfsmannahópur getur haft áhrif og mótað framtíðina með nýju samstarfsfólki hjá Reykjavíkurborg og það er tilgangur með þessum degi að einmitt að opna hug okkar gagnvart þessu og styrkja okkur í þessu samstarfi við undirbúa þetta samstarf og auka sjálfstraust hjá hverjum einu okkar í þessu breytingarferli. Þannig að við séum óhrædd við að láta til okkur taka og ekki hræðsla við að vera klára því að hvað við höfum að gera gott síðustu árin og áratugina, hvernig það hefur að byggjast upp eins og Halldór fór yfir. Þetta er gífurlega mikið saga, gífurlega mikið þekking og reynsla og eins og ég sagði í morgun, reynslan er mjög margvísleg. Hún er djúpfagleg, hún er líka í samskiptum, takast á vandamál, safna saman faglegum atriðum frá mörgum áttum og það er líka þessi sem að svífur hérna í vötnunum og svona hluta þessari menningu, þessi manngildishugsun og öll þessi viðhorf sem að skipta svo miklu máli í þessi menning líka í stjórnunarmenningin sem byggir á sjálfstæði og ábyrgð. Það er mjög mikilvægt að líka bara vera formendur fyrir þessari menningu sem hefur skipt svo miklu máli hvað hver stjórnandi hefur haft mikla ábyrgð á sínu á því sem hann ber að hafa ábyrgð á. Þess vegna ekki alveg sammála kannski hérna að allir bara sinna sínu það sem þeir eru sérfræðingar í og ekki kannski mikið meira. Það er mjög mikilvægt sérstaklega eins og fyrir stjórnanda að vera mjög hafa svolítið breitt spektrum og vera alveg inn í öllum atriðum. Þannig getur þið haft áhrif og ábyrgð á því sem þið falið. Að þú veist nákvæmlega hvað þú ert með í höndum og hvað þú getur haft áhrif og svo framvegis. En þetta er og var tilgangur með þessum degi að opna hug okkar allra fyrir þessu og einmitt velta fyrir okkur að undirbúa okkur fyrir þetta eins og þegar það er að tala Guðrúnu Helgís, það þetta verður snúið að byrja með og síðan þegar þau eru búin að kynnast nýju samstarfsfólki og svona búin að lenda inn í nýju kerfi þá verður þetta smá saman betra og skemmtilegra og sérstaklega frá byrjun að reyna svona að nota tómarúm svolítið til að fylla og hafa áhrif og draga með sér þessa menningu sem við teljum að hafi skilað mjög miklu ekki bara fyrir starfsmannahópinn en aðalega í þjónustunni sjálf. Því að hún er grundvöldar hefur skilað svo miklu sífelldum umbótum inn á hverjum stað og vonandi líka hjá hverjum starfsmanni sem hefur aðeins svona eins og könnunum sýndi áðan aðeins meðvitaður hvaða áhrif hann getur haft á þessu umhverfi en áður. Og það er mjög mikilvægt að þessi sjónarmið og þessi menning og viðhorf þau farið með. Það er eins og þetta er eins og alltaf svolítið erfitt með að fara. Það má ekki ofmetnast og segja bara við erum best og við hlustum ekki annað og svo framvegis. Þetta er allt best í okkur og svo framvegis.
En hluta því að hafa sjálfstraust og styrk einmitt að vera, þurfi ekki að vera kannski ómikið að móta sig, ef ég segir svo. En af því að þú veist að þú getur, þú veist að þetta gott sem þú gerir. Og það mikilvægt að það líka skilir sig. Þetta sjálfsöryggi þessar þjónustu kerfis í því það sem hefur að gera og hvað getur skilað fram á veginn. En þetta vildi ég enda á þessu og það bara ef við förum aftur aðeins í praktíkinu. Ég veit að þeir að fara að mæla fyrir starfsárum ykkar núna næstu vikum sem við ákomum að flýta þannig að þeir eru núna á þessu ári til þess gert líka að það liggi fyrir og séu bara eftir að vinna eftir þeim strax á ársbyrjun. En það verður svo breyting á að það verður ekki bara með starfsfræðikynningin verður ekki bara með okkur í framkvæmdaraðinni, það verður líka fólk, fulltrúar, hvort að framkvæmdastjórar eða aðrir fulltrúar frá viðkomandi þjónustumiðstöðum á þessum fundum. Þannig að þetta líka tækifæri fyrir ykkur að kynna starfsemina og veita þeim innsýn inn í starfið á hverjum stað. Þannig að það að við styrkjum þessu upp þannig að þetta líka tækifæri til þess að gera það. En það þýðir það kannski að þið eru aðeins að hugsa þetta líka sem kynningar út frá því að það verður einhverjir tengilegir eða framkvæmdastjórar á þjónustumiðstöðvum með á þessum kynningum. En þetta er líka bara til þess að undirstinga að þarna líka tækifæri til þess að koma þessi viðhorf og menningu á framfæri. Og þetta er svolítið byrjað strax, þessi yfirfærsla. En núna er klukkan akkurat 5 og ég ætla bara að þakka þeim frábæran dag þar sem að og sjálflega þetta verður að ræða frábærið þar sem að við komum kvöldið og aðeins að fá okkur fyrst loft og svo góðan mat. En ég skrýn ykkur bara áfram í ykkar góða starfi og þið getur alveg verið fullkomlega stolt af ykkar vinnu síðustu árin og við horfum bara bjartsýn inn í framtíðina. Hvernig sem hún verður, en hún verður alveg klárlega að passa. Takk fyrir það.